Komið þið sæl og verið velkomin í Háskólann á Akureyri. Ég heiti Sólveig og verkefnastjóri markaðs- og kynningarmála hér við skólann og núna ætlum við að kynna fyrir ykkur hjúkrunarfræði. Með mér í dag Ásta Guðrún Eydal sem nemandi í hjúkrunarfræði og með okkur einnig Dísa, skrifstofustjóri á heilbrigðisvísindasviði og hún tekur þátt í gegnum Zoom þannig að þið getið spurt spurninga og hún mun svara ykkur. Kynningin í dag fer þannig fram að við munum fyrst hefja stutta kynningu á Háskólanum á Akureyri. Því næst mun Ásta kynna fyrir ykkur hjúkrunarfræði og að því loknu munum við opna fyrir spurningar. Á skjánum ykkar svona lítill Q&A kassi. Þið getið bara smellt á kassan og sent inn spurningar sem við munum síðan svara eftir. Gjörið svo vel. HA þriðji stærsti skólinn á landinu eftir HÍ og HR. Við erum með 2400 nemendur og 200 starfsmenn sem okkur finnst alveg fullkomið. Þetta gerir það að verkum að nánd við kennara mikil og nemendur týnast ekki í fjöldanum. Hér allt til alls, við erum með lesrými, ókeypis rækt sem hægt að nálgast alla sólarhringinn, bókasafn, rannsóknarstofur og mötuneyti. Á Akureyri allt til alls. Við erum með stúdentaíbúðir sem tiltölulega auðvelt að fá íbúð á. Hér gott útivistarsvæði en Hlíðarfjall auðvitað bara í bakgarðinum, æðislega sundlaugar, hægt að skreppa á tónleika eða leikhús og svo auðvitað frítt í strætó til þess að flakka á milli allra afþreyingana og veitingastaðanna sem í boði. Allt grunnnám við Háskólann á Akureyri í sveigjanlegu námi sem þýðir að engu skiptir hvort þú sért staðarnemi eða fjarnemi. Allir fylgja sömu námskránni og námskröfur þær sömu. Flestir hefðbundnir fyrirlestrar teknir upp og settir á kennsluvef. Allir fjarnemar koma nokkrum sinnum á námstímanum í stuttar kennslulotur til Akureyrar. Þar sem megináhersla lögð á verkefnavinnu og umræður. Þar gefst þér tækifæri til að hitta kennara, samnemendur og annað starfsfólk háskólans og tengjast enn betur háskólasamfélaginu. Próf hægt að taka hér á Akureyri, í símenntunarstöðum land allt eða í viðurkenndum háskólastofnunum eða sendiráðum erlendis. Jæja, þá held ég að við förum bara í kynningu á hjúkrunarfræði. Gjörið svo vel. Já, sæl. Ég að klára annað ár í hjúkrunarfræði og ég ætla að segja ykkur aðeins frá því. Prófið hérna frá Háskólanum á Akureyri, BS-prófið, gefur þér réttindi til þess að starfa hvar sem í heiminum, hvort sem það á heilbrigðisstofnunum, heimahúsum, við kennslu eða sölustörfum með börnum í skóla eða maður hefur möguleika að fara til þróunarlanda. Það eru bæði miklir atvinnumöguleikar hér sem og erlendis og við erum svo heppin að COVID hefur ekki áhrif á þessa atvinnumöguleika en þú fær starfsréttindi eftir 4 ára nám. Þá hefur réttindi til þess að sækja þér leyfisbréf frá landlækni. Klínískt nám hefst strax á vorin á fyrsta ári og á öldrunarheimilum en 1/4 af náminu tekið inn á stofnunum út bara allt land og hægt möguleiki að taka alls staðar frá. Já, það mjög góðir möguleikar að taka hluta klíníska náminu erlendis og við erum svo heppin að hafa alþjóðafulltrúa hérna við háskólann sem hjálpar manni við hvert skref ef maður hefur áhuga á því að fara erlendis í skiptinám. Það áhersla lögð á að nemendur verði faglega færir til að gegna hjúkrunarstjórnunum og fræðslunarstörfum og öllum sviðum heilbrigðisþjónustu. Þannig að við tökum fjölda áfanga í samskiptum og stjórnunarfræði á þessum 4 árum. Þegar við hefjum nám á fyrsta ári þá komast allir inn sem eru með stúdentspróf á haustönn en svo í lok haustanar á fyrsta ári eru samkeppnispróf sem haldin eru og núna í haust þá verða það 55 efstu nemendur sem komast áfram á vorin. Já, einhverjar spurningar varðandi samkeppnisprófið? Ég get sagt ykkur að það eru öll prófin sem maður tekur. Það eru 5 lokapróf sem maður tekur í desember á haustönn og þau gilda öll til samkeppnisprófa, þó mismikið. En það ekki hægt ef maður fellur einu sinni að taka, ef það gengur vel 1 árið en nærði ekki áfram, þá getur ekki fengið það metið á næsta ári. Þú verður alltaf að taka öll 5 prófin upp á nýtt. Þannig að þau gilda ekki áfram. Já. Og hvernig að vera í svona klásust, þetta ótrúlega stressandi? Þetta rosalega stressandi að fara í gegnum svona klásustdæmi. Maður verður að reyna bara að hafa hugsunarháttina að gera sitt besta og reyna alltaf að vinna þegar komast áfram en hafa þann möguleika að heimurinn endar ekki þó maður komist ekki áfram í fyrstu tilraun og það eru fjöldi nemenda sem að reyna nokkru sinnum áður en þau komast áfram því þetta erfitt, þetta mjög erfitt. En það líka hérna með vinskapinn
Það eru sumir sem kom inn á fyrstu önn og hugsa að það taki sig ekki að kynnast fólkinu því að það er hvað sem er ekkert allir sem að komast áfram. Við nefndar höfum verið svo heppin á mínu öðru ári að það var ekki hugsunarháttur flestra og við erum 50-50 staðarnemar og fjarnemar og allir mjög góðir vinir. Það er mjög skemmtilegt. Þannig að þetta snýst kannski bara þegar þú kemur á fyrsta ári og ert að fara gegnum klásus að skipuleggja þig vel og lesa og Alveg klárlega, þetta er rosalega mikið efni. Lokaprófin eru flest hver 100% lokapróf og það er, eins og einn kennari sagði, það er 70% af því sem kemur í lokaprófinu talað með tímum, 30% er í þessum starðarinn og doðröndum sem að einhver fæstum fyrir skemmtilegast að opna, en þetta borgar sig á endanum. Það er gaman að komast áfram, þetta er skemmtilegt nám. Hvað myndir þú segja að vera svona skemmtilegast við námi? Fjölbreytnin, klárlega. Það er bara, maður lærir allt saman, allt mögulegt frá líffræði og lífeðlisfræði og svo förum við einnig í smá í sálfræðilega, andlega hliðina. Þannig að þetta er fara í þroskan, bæði andlegan og líkamlegan þroska. Þetta er allt bara hrikalega áhugavert og líka fjölbreytnin í verknáminu sjálfu. Að við byrjum á því að fara á öldrunarheimili, svo förum við inn á sjúkrastofnanir, næsta ári munum við fara inn á geðheilbrigðissvið, samfélagshjúkrun, svo sem skólahjúkrun eða heilsugæslu eða slíkt. Þannig að þetta heldur allt áfram og svo endum við þetta á að fara inn á bráða, skurð, gjörgæslu og barnahjúkrun. Þannig að það sem þetta verknámi byggist þannig upp að það er lögð áhersla á að þið kynnist fjölbreyttum störfum. Þið farið ekki alltaf bara á sömu deildina í bæjarplássi. Nei, það er ekki lagt upp úr því að við förum alltaf á sama staðinn og einnig er líka lagt upp úr því að við förum ekki á þann stað sem við vinnum. En það er gerð krafa að við vinnum 3 mánuði utan skóla á heilbrigðisstofnunum í að minnsta kosti 80% stöðu en við getum ekki farið í verknám. Eða ef við förum í verknám á þeirri stöðu þá er ekkert mikið, við förum ekkert oft þangað. Nei, akkurat. Já, það er komið spurning. Já. Ef maður kemst ekki áfram, er hægt að taka eitthvað annað á vorun til að halda áfram í námi? Það er tekin ákvörðun það á haustin ár hvert, en það var ekki til dæmis í boði núna á síðasta vetri og það fer svolítið eftir fjölda í skólanum eftir hvað ákvörðun framkvæmdastjóri tekur hverju sinni. Dísa kannski getur svarað í betur hvort að þessi búið að taka einhverja slíka ákvörðun núna. Nei, það er ekki, ég held ekki svo komin endalega ákvörðun en mér finnst það ólíklegt. Já, miðað við svona allavega þann fjölda sem við höfum haft og hvernig aðstæður hafa þróast, þá finnst mér líklegt að allavega ekki gera ráð fyrir því. Nei. Já, en hvað með eins og bara að vera í partur af þessu háskólasamfélagi sem er hérna, er þetta bara að læra allan daginn í skólanum eða er eitthvað félagslíf? Ég er hérna í staðanámi, eins og heppin bý hérna á Akureyri og ég er bæði mjög heppin með hóp, við erum stór staðarnámahópur á mínu ári og við reynum að hafa svona frekar virt félagslíf bara innan okkar hóps og höfum jólahittinga og sumarhittinga og allt mögulegt, mjög yndislegur hópur. Einnig reynum við líka að vera virk með lotuhittinga fyrir fjarnemann okkar, af því þeir eru bara okkur finnst frábærir og gaman að þeir komi, þannig að við reynum að vera mjög virk með lotuhittinga. Og auk þess er stúdentafélagið með viðburði, stærri viðburði fyrir allan skólan. Það er sprellmótið, nýnemadagarnir, árshátíðin og svo stóra vísó sem er farin suður til Reykjavíkur. Frábært, en ef þú komst inn á lotur þar er spáð, þú veist, hvað eru þær oft og hvernig virkar? Hvað ger ég þegar ég kem norður til Akureyrar í lotu? Loturnar í hjúkrunarfræði og í öllum skólanum eru skyldumæting, það er bara alveg klárt og það er misjafnt hvað við lærum á hverju sinni í lotum. Þær eru 1 til 2 á önn, bara misjafnt eftir því hvaða önn við erum að taka og í hjúkrunarfræði allavega fyrsta og öðru ári erum við mjög mikið að læra verklega hluti, allavega vorönn fyrsta árs og svo báðar annir á öðru ári. Við vorum núna síðast að læra að stinga okkur aðra með nálum og setja við erum þetta ekki faglegin á okkur annari en við vorum að læra ýmislegt svona skemmtilegt. Þannig að okkar lotur, ég hef reyndar persónulega ekki upplifa loturinn en öðru námi en okkar eru mjög fjölbreyttar og skemmtilegar og já, mæli 100% með. Það komin önnur spurning. Já. Er hægt að vera í 50% námi, taka þá færri áfanga í einu? Það er ekki hægt á fyrsta ári. Dísa getur kannski svarað betur með það. Já, sko það er fyrsta misseri náttúrulega þá verður að taka allt. Þessa fyrir samkeppnisprófin. Síðan er náttúrulega hægt að kannski eitthvað að seinka sér en það er náttúrulega miðað við, þetta er 4 ára nám. Þú hefur sko rauninni
3 ár til að ljúka fyrstu 2 árunum, skilurðu. Þetta er 6 ár í allt og þú þarft að ljúka öllum áföngum til dæmis 1. og 2. árs áður hún kemst upp á 3. árs. En það er eitthvað hægt að hliðra til en svo það líka að skoða bara hvað forkröfur í námskeið og annað. En ef fólk vill seinka sér að það þarf bara að hafa samband við deildarformann og það þarf að setja upp námsáætlun og annað, hvernig þú sérð fyrir þér að klára þetta? Ég get kannski bætt við þetta er að Háskólinn á Akureyri er rosalega persónulegur. Það er mjög auðvelt að hafa samband við þá sem að stjórna deildunum eða er að stjórna námskeiðum, eiga þessar persónulegu samræður og í rauninni bara fá lausn á sínum vandamálum hvar sem þau geta verið. Þannig að það er það sem ég myndi telja að vera mjög góð hluti hérna. Stór kostur. Já, mjög stór kostur. Frábært. En hvernig er aðstaðan eins og hérna í háskólanum fyrir eins og verklega kennslu? Er hún til staðar? Já, við erum með svona skemmtilega verklega stofu sem er sem í rauninni bara kannski ekki sjúkrahús, heldur bara svona pínu lítil deild. Það er einhver 8 rúm þarna, sjúkrarúm og við erum með bara nánast allt til alls. Lagurinn okkar er bara svipaður og upp á sjúkrahúsi, meira kannski útrunnið því að við erum meira að æfa okkur á dúkunum. En það er bara mjög góð þessi verklega aðstaða sem við höfum í lotunum. Og okkur finnst ekkert skemmtilegra en að vera þar ofta kvöldin að læra saman í lotum. Þannig að það er held ég engin önnur deild hérna í háskólann sem er með rúm til þess að læra í á kvöldin. Ég finnst það ólíklegt. Hvað hérna, en eins og bara á milli lota, hvernig er námið þá? Það er mjög mikið bara fyrirlestrar sem eru settir á netið, maður getur alltaf hort á þá og þeir eru bara já, eins misjafnir og þeir eru margir og sumir eru mjög áhugaverðir og maður getur ekki beðið eftir að hlusta og sumir er hægt að stilla á 2-faldan hraða og hlusta á meðan maður les. En það er bara mjög mikið þessi fyrirlestrar sem er sett inn og oft verkefnavinna, en verkefnavinnan hefst mest á öðru ári. Já. Fyrsta árið er rosa mikið, þessi 100%, 80% lokapróf og minna verkefnavinnu og svo kemur þetta inn á öðru ári meiri verkefni. Þannig að það er svolítið krafa skipulag og sjálfstæð vinnubrögð og slíkt. Alveg klárlega. Já. Ef það eru ekki neinar fleiri spurningar, þá förum við bráðum að ljúka þessu. Dísa, heldurðu að við séum að gleyma einhverju? Er eitthvað sem kemur upp í hugann sem finnst mikilvægt að við komum inn á? Nei, ég held ekki. Ég held að þetta bara, þú veist, þið hefði bara náðið vel yfir þetta og bara gott spjall. Þannig að, já, ég held að það sé. Og svo náttúrulega bara fólk hiki ekki við að hafa samband. Ef þú ert að velta fyrir þér að sækjum, að hafa samband við okkur hérna á skrifstofunni og bara spyrja. Það er bara þannig. Bara verið velkomin. Takk. Þá bara segjum við þetta gott og höfum þetta lokaorðin, ekki hika við að hafa samband við skrifstofu heilbrigðisvísindasviðs ef eitthvað er. Og við minnum á að umsóknarfrestur er til 15. júní og þið finnið allar upplýsingar á unag.is. Takk fyrir okkur.